Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við hefjum leik á að ræða það sem hefur vakið töluvert mikla athygli í dag að hagfræðingur hjá Arion banka. Hann lýsti því yfir að líkur væri á því að nýfallinn dómur Hæstaréttar í máli Neytendasamtakanna og fleiri gegn Íslandsbanka myndi leiða til þess að bankarnir muni hækka vexti til að verja sig fyrir þeim sveiflum sem markaður framtíðarinnar gæti borið með sér. Og þetta hefur mætt ansi hörðum viðbrögðum. Við vitum að Samkeppniseftirlitið hefur sent frá sér tilkynningu vegna þessa og Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum, hann var snöggur til þess að varpa upp spurningum lögmæti ummælana og Breki komin hingað að rauðaborðinu. Vertu velkomin. Takk. Og nánast daglegur gestur hjá okkur í þessari viku. En það er ærið tilefni til. Hver eru þín viðbrögð við því að nú sé komin einhver óvissa og bankarnir þurfi að verja sig með því að hækka vexti? Þú lýstir dóminum sem fullnaðarsigri, en þeir eru eiginlega hóta nánast bara verra ástandi en áður. Það má horfa á þessi ummæli með tvennum hætti. Annars vegar, og hvoru tveggja er grafalvarlegt, annars vegar er þetta kolrangt hjá manninum og hins vegar er þetta kolólöglegt. Ef við horfum á seinni hlutan, þetta er kolólöglegt, að það má ekki fyrirtæki á markaði á samkeppnissviði mega ekki senda svona merkjasendingar til samkeppnisaðila hvað þeir kunna hugsanlega að gera í framtíðinni. Ef þú segir, já, við ætlum að hækka vexti, hvað gera þá hinir? Þeir gera það líka. Þannig að þá er þetta orðið að samráði. Og það er bara kolólöglegt og varðar alltaf 6 ára fangelsi. Þannig að það er ekki nema furða að Samkeppniseftirlitið hafi slegið fast á höndina á honum fyrir þessu ummæli. Var það vegna umkvörtunar þinnar? Hafðirðu samband við Samkeppniseftirlitið? Ég tilkynnti þetta bara leið og ég sá þetta og finnst bara að Samkeppniseftirlitið hafi brugðist við alveg hárrétt og mjög skjótt og það er vel. Já, Og svo er það hitt að þetta er beinlínis líka rangt hjá manninum því að ef þú ætlar að miða við seðlabankavexti þá ertu í fyrsta lagi þá er ekki verið að fastsetja vextina, heldur verið að fastsetja vaxta álagið. Og þetta er álagið ofan á tryggustu eignir bankana sem eru fastegna lán með veði í eignum fólks. Og hvergi nokkuð tíman hafa bankarnir tapað á slíkum lánum. Þannig að það er fyrsta lagi er þetta rangt að þeir þurfi að hækka vexti. Það er hægt að gera þetta á margan annan hátt heldur en að auka enn á vaxta álögur Íslendinga. Nú samt. Þetta geta bankamenn í öðrum löndum og öðrum Evrópulöndum, það sem eru sömu lög sem við erum að fara eftir og sem Hæstiréttur dæmdi eftir og dæmdi íslenska banka til að fara eftir. Það er ekkert öðruvísi hér en annars staðar. Þannig að ég vísa þessum ummælum, fyrsta lagi vísa ég þeim til Samkeppniseftirlitsins og hins vegar til föðurhúsanna. Maður veltir í fyrir sér, sumir myndu segja að hann var að sýna á spilin. Þessi hagfræðingur sem að tala svona, aðrir myndu segja að þetta veri hótun. Í þriðja lagi þá getur maður velt fyrir sér, er þetta einhver fílu viðbrögð vegna dómsins? Aðeins fá sjónarmið inn á því. Þarna er náttúrulega að segja að hann ráði ekki við starf sitt. Að íslenski bankamenn séu það lélegir að það eina sem þeir geta gert er að hækka vexti þegar eitthvað bjátar á. Þetta er bara næringur, ég segi bara vinniði vinnun ykkar, þetta er það sem bankar eiga að gera, þetta eru tryggustu eignir ykkar, það er bara álag ofan á seðlabankavexti, þetta er einfalt mál, þetta er ekkit engin kjarnorkuvísindi. Nei. Við erum með svona líkingamál að í ólöglegu samræði það fari menn í gönguferðir í Öskjuhlíðina en þarna hrópa menn bara á torgum. Þarna hrópa menn á torgum.
og ég svona velta því fyrir mér hvort þetta voru einhver mistök hjá manninum að tjá sig með þeim hætti sem hann gerði eða hvort bara bankarnir eru farnir að líta á sig sem slíkar stofnanir að þeim sé allt leyfilegt. Já, ég veit ekki hvort þetta var einhvers konar handvömm eða yfirsjón eða en alltíðan þá tel ég þetta brjóta í bága við lög. Já. Og þetta er ekkert smámál, þetta getur varðað alltaf 6 ára fangilsi hjá starfsmanninum. Heldur það verði látið á það reyna, verður saksókn? Það er á höndum eftirlitsins, samkeppniseftirlitsins. Mér fannst árétting eftirlitsins sem var send út í dag vera fín og það var slegið fast á hendur bankanum fyrir að gera svona og aðrir bankar ámyndir að vera ekki að flíka framtíðar áformum sínum í fjölmiðlum það á að ríkja samkeppni, það á ekki að koma sér saman einhverjar sameiginlegar aðgerðir. Nei. Hvað segirðu við þessum ummælum, þessi hagfræðingur hann heitir Kári S. Friðriksson og hjá Arion banka sem fyrir segir samkvæmt hans skilningi þá felst í dómi Hæstaréttar að bönkunum beri að festa sig við stýrivexti Seðlabanka Íslands, þannig verður vaxtamunurinn þegar bankarnir veita fasteignalán fastur eins lengi og lántakan varir að því að kemur fram í frétt Moggans þess vegna í 30 til 40 ár eins og algengt þegar kemur að útlánum til fasteigna kaupa og þetta dregur hann saman sem óásættanlega einhverja áhættu. Þetta bara stenst ekki skoðun, þetta eru tryggustu eignir bankans og ég segi bara loksins geta þeir ekki fært mistök sína af útlánum á öðrum sviðum yfir á herðar lántökum sem eru að borga fasteignalánum eins og þeir hafa talið sig mega í skilmálum sínum ef það gengur illa í einhverju fjárfestingu hér eða illa í einhverju lánveitingu til fyrirtækja þá samkvæmt fyrri skilmálum sem eru dæmdir ólöglegir þá tölduðu þeir sig mega færa það bara þetta tjón eða tap yfir á neytendur. Þeir þurfa bara að fara að vinna vinnuna sína betur. Já. Samkeppniseftirlitið segir að gera verði þá kröfu til keppinauta á viðskiptabankamarkaði að það ekki sjálfstæðar ákvarðanir vaxtakjör sín. Það er mergurinn málsins. Það er mergurinn málsins og að svona samræming eins og þarna er varpað fram er bara líðst ekki. Já. Og einnig segir til þess að samkeppni þrífist þurfa fyrirtæki að búi til ákveðna óvissu það hvernig keppinautarnir hyggist bregðast við utanaðkomandi aðstæðum hverju sinni. Þeir eins og þú hefur bent á, þetta virkar eins og einhver geirneld samtrygging fyrirtækja sem eiga að vera að keppa á frjálsum markaði og undirbjóða hvert annað og berjast okkur sem viðskiptavinni. Exakt. Það er markmiðið með samkeppni að fyrirtæki á öllum mörkuðum bjóði samkeppnishæft verð, samkeppnishæfða þjónustu og að gæðin séu samkeppnishæf og á þessum sviðum keppast menn og á sviði nýsköpunar að koma með nýjar leiðir til þess að þjóna eldri tilgangi. Þannig að og ef þú ert að úttala þig það að það sé bara eina í stöðunni sé bara hækka þá náttúrulega það bara gengur ekki, þá virkar kerfið ekki og þess vegna eru viðurlög við því. Já, og þess vegna lýsirðu þessu máli sem grafalvarlega máli. Þetta er grafalvarlegt að grafa svona undan samkeppni. Já. Ég hef oft sagt það að aðför að samkeppni er aðför að neytendum og þetta varðar líka bara margra ára fangilsi. Ég veit að þú ert á ferð og flugi og það er mörg horn að líta. Þakka þér kærlega fyrir að líta við hérna hjá okkur við Rauðaborðið til þess að varpa ljósi á þetta málbreki. Takk fyrir. Bestu þakkir. Og við höldum áfram eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir smástund. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag
þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is